Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Prjónastofa Akureyrar hóf starfsemi sína fyrr á þessu ári og þessa dagana eru fyrstu vörurnar á leið í verslanir, sportversokkar sem margir hafa beðið spenntir eftir. Við litum við í prjónastofunni og ræddum þar við 2 starfsmenn sem hafa áratuga reynslu af prjónaiðnaði. Þetta svona vaknaði þessi hugmynd að búa til litla og krútlega prjónastofu og prjóna- og saumastofu eftir að Glófi flytur til Reykjavíkur. Og við Logi tók okkur til og þetta afraksturinn. Við erum búin að vinna með þessa hugmynd, sé ekki farin að nálgast 2 ár síðan að hún kom fyrst upp á yfirborðið. Og fyrst var þetta svona spjall og pælingar en svona fyrir rúm ári síðan þá fórum við í alvörunni að sjá það að þetta væri alveg möguleiki. Með því að fá réttu aðilina með okkur í þetta þá gæti þetta tekist. Og þá var ekki aftur snúið. Fyrirtækið var stofnað hérna fyrir ári síðan. Á þeim tíma þá engin prjónaiðnaður beinlínis í gangi hér í bænum? Nei, það hvarf alveg þegar Glói fór suður. Þannig okkur fannst eiginlega tilvalið að reyna að halda í þessa gömlu hefð sem ég veit ekki hvað gömul en sannlega halvra alda gömul minnstakosti það hérna á Akureyri. Já, minnstakosti það sko, það er búið að vera hérna mjög lengi svona virkur prjónaðina hérna og aðalega náttúrulega gegnum gömlu sambandsverksmiðjurnar en það byrjaði áður og síðan fyrirtæki sem við unnum hjá hér í þessu húsi í gamla daga. Það var stofnað fyrir 1980 og þetta í grunni svona ekkert ósvipað fyrirtæki. En það hefur verið bæði mikil saga og eins mikil þekking hérna á svæðinu? Gríðarleg, alveg gríðarleg. Og það er eitthvað sem að fólk kannski heldur ekki nógu mikið í því að þekking og reynsla, hún skiptir gríðarlega máli, sérstaklega í sambandi við svona vélar og tæki. Því þú getur alltaf byggt ofan á reynsluna og þekkinguna sem fyrir sko. Það tekur ákveðin tíma alltaf að læra frá grunni. Hvernig að markaðssetja og hvernig samkeppnisstaða vöru sem framleidd hér? Hún kannski ekki svo góð eins og það náttúrulega gengið þannig að það innflytningu sérstaklega frá Asíu mjög ódýr vegna þess hvað framleiðslukostnaðurinn lágur þar. En það alltaf markaður fyrir fatnað sem svona eins og getur kallað sérhæfðan fatnað og við ætlum að þetta verður dálítið sérhæft, þetta verður kannski svona og fyrirtæki, verslanir, hönnuðir og aðrir geta komið með sínar hugmyndir og við búið til vöru úr þeim hugmyndum. Þannig þetta meiningin að þetta verði uppbyggt og við ætlum ekki að fara að keppa við ódýran innfluttan fatnað og þetta stór markaður, við leggjum saman túristamarkaðinn og íslenska markaðinn, þá þetta nokkuð stór markaður með þegar við vorum að byrja í þessu fyrir rúmum 20 árum síðan hérna í þessu húsi þá vorum 200.000 ferðamenn hérna á landinu og við höfum nóg að gera. Svo eins og með íþróttafélögin, við getum prjónað sokka fyrir nánast hvaða íþróttafélag sem með þeirra logo í sokkunum. Það verður mjög spennandi. Hvað það sem þið eru að framleiða hérna? Það fyrst og fremst sokkar, vettlingar og húfur sem við leggjum svona treflar. Treflar, já. Það svona megin áherslan. Hvernig markaðssetjið þið svona vöru? Til að byrja með þá erum við að vinna með nokkrum aðilum sem hafa áhuga að kaupa vöruna á okkur og við erum að vinna með þeim í að þróa vöru sem þeir eru sátti við að setja á markaðinn. Kannski þegar fram í sækir þá förum við út í okkar eigin hönnun framleiðslu undir okkar eigin vörumerki en það svona meira framtíðarsýn. Nú hafið þið báðir töluvert langa reynslu hér úr þessum bransa, ekki það? Jú, það eru svona nokkur ár sem við höfum starfað við þetta
og fáir sem hafa starfað lengur en við í þessum bransa og sem ennþá að starfandi en á sínum tíma þá heilluðu bara þessar vélar og þessi tækni og að búa til svona prjónavörur, þetta gjörsamlega heillaði mig upp úr skónum á sínum tíma sem ungum manni og ég hef eiginlega varla snúið við síðan. Ég prófaði að fara í aðra vinnu en ég sný allt tilbaka. Og þetta gríðarlega spennandi líka að fást við þessar vélar og alla þessa tækni sem að í þessum vélum. Hún náttúrulega þróast alveg gríðarlega. Þetta frá því að maður byrjaði þá þurfti maður að búa til munstur og gangin í vélunum með því að búa til göt í pappaspjöld og stálkort. Núna sitjum við bara hérna við tölvuna og búum þetta til og skellum þessu hérna á USB-disk eða lykil og skellum því síðan í vélina og prjónum. Þannig að tæknin alveg gríðarlega mikil í þessu. Hver svona framtíðarsýn þessa fyrirtækis? Hvert stefnið þið með Prjónastofu Akureyrar? Við stefnum náttúrulega á því að gera þetta alvöru fyrirtæki sem að kemur til með að starfa hérna á Akureyri og skapa vinnu handa fólki hérna á Akureyri og búa til vörur sem að bæði Íslendingar og útlendingar eru tilbúin að kaupa. Það ekki kannski mikil grunnur fyrir útflutningi eins og gengið en það líka vinkil sem við höfum verið að skoða og aðilar sem eru að flytja út hafa haft samband við okkur og vilja skoða hvað við getum gert sko, þannig að við teljum möguleikann að vera gríðarlega hérna. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.